Sælir áhorfendur Hringbrautar og velkomin í þáttinn Atvinnulífið. Í síðustu viku fjölluðum við málefni gjaldeyriseftirlits Seðlabanka Íslands og beindum kastljósi okkar meðal annars að Acerta-málinu sem frægt er. Í þessari viku höldum við áfram þeirri umfjöllun og munum að sjálfsögðu segja frá málum sem hafa verið í fréttum síðustu ár eins og mál Samherja HF. Í þessum þætti munum við gera grein fyrir frekari gagnrýni ríkissaksóknara sem aldrei hafa litið dagsins ljós sem á rannsóknum gjaldeyriseftirlitsins sem ekki hefur verið fjallað opinberlega áður. Eins og kom fram í fyrri þætti okkar, þá buðum við forsvarsmönnum Seðlabankans að koma í viðtöl og veita svör við þeirri gagnrýni sem að þeim beindist. Og varðandi þennan síðara þátt þá ítrökum við boð til Más Guðmundssonar seðlabankastjóra en hann sá sér ekki fært að verða við því sökum anna. Þess skal einnig getið að þau hljóðbrot sem við ætlum að leika hér í þættinum af samtölum Þorsteins Más Baldvinssonar, forstjóra Samherja HF og Más Guðmundssonar seðlabankastjóra eru algjörlega á ábyrgð Þorsteins Más Baldvinssonar. Hátt í 30 manns frá Seðlabanka Íslands og embætti sérstaks saksóknara framkvæmdu í dag mjög umfangsmiklar húsleitir á höfuðstöðum Samherja í Reykjavík og á Akureyri. Lagt var hald á mikið magn gagna en grunnuleikur á brotum á lögum gjaldeyrisviðskipti. Hvernig fór þessi húsleit fram og hvernig var þið við? Ég held að sé nú fyrir flesta erfitt að lýsa svona degi. Það var bara bölvanlegur dagur. Og það sem var náttúrulega sérstakt við þetta, það var mjög margt sem var sérstakt en það var náttúrulega mjög sérstakt að Seðlabankinn kallar til fjölmiðla áður. Þannig að það að Seðlabanki Íslands panti fjölmiðla sem voru mættir á staðinn, hvort sem var á skrifstofu Samherja Reykjavík. Voru þeir bara tilbúnir fyrir utan? Þeir voru tilbúnir, þeir voru mættir á undan Seðlabankamönnunum. Þetta sést mjög vel í myndefni. Og það er að sjálfsögðu fyrir tilstuðlan stjórnenda Seðlabankans að þetta gerist. Þannig að þarna koma tugir manna í fylgd fjölmiðla. Þannig að það segir sig sjálft að það er erfiður dagur og í raun greinilega skipulagt af hálfu stjórnenda Seðlabankans, það er að segja Más Guðmundssonar, Sigríðar Logadóttir og svo framvegis, að valda okkur sem mestu tjóni vegna þess að það á sér náttúrulega enga hliðstæðu að það er sendt út fréttatilkynning heim allan klukkutíma eftir að húsleit hefst til að segja frá þessu. Og þannig að við vorum svona satt í beinni útsendingu nánast allan þennan dag. Þeim hluta, því skipulagi sem sagt tókst hjá stjórnendum Seðlabankans að valda okkur strax fyrsta daginn gríðarlegu tjóni og álitsnekki. Og Þorsteinn, þeir koma hérna á Glerárgötuna frá Seðlabankanum og hérna inn á þinni skrifstofu sem ekkert ígjar stór, eru 5 starfsmenn á vegum Seðlabankans og eru hérna í 5 klukkutíma? Já, þeir komu hér inn vegna sölu á karfa út á það ekki húsleitarheimildin. En þeir voru hérna í 5 tíma, 5 starfsmenn og það fór fram það sem þeir kölluðu svokölluð mikróleit hér í öllum mínum gögnum. Og sama hvort það var heimilispóstur eða eitthvað annað og reyndar í raun má segja að þeir bara tæmdu síðan skrifstofuna, þeir fóru náðast með allt. Það skipti engu máli hvort að það var innan þeirra heimildar sem að þeir höfðu. Það er að segja að hér voru gögn frá árinu 2006 og 2007. Þeir höfðu heimild að taka gögn frá febrúar 2008. Það skiptaði engu máli. Þú settur á heimasíðuna að Seðlabankinn hafi farið í húsleitina. Það var sett samdag. Ég sagði ekki að við höfum ekkert verið í þessu húsleit. Ég sagði hvernig hún var framkvæmd og henni var stjórnað af sérstöku saksóknara. Við könnum ekkert á húsleitir og það getur vel verið að þessi húsleit hafi verið miklu harkalegri heldur en tilefni var til. Ég kann ekkert að meta það. Auðvitað bankinn kann stjórnar engum húsleitum. Nei, hann gerði það ekki. Hann stjórnaði húsleitum? Nei, hann gerði það ekki. Hann hefur enga þekkingu á húsleitum. Hann getur bara beðið húsleit og punktur basta. Og þessu verður öllu stjórnað af sérstöku saksóknara, hvaða mannafla þyrfti hvernig ætti að bera sig að og annað þýðir.
Og mér sýnist bara svona okkar á milli að kannski hafi verið gengið þar allt á land. Ég spurði Þorstein hvort hann hefði strax gert sig grein fyrir að þetta væri hugsanlega upphafið að margra ára baráttu við Seðlabankann. Ég hef sagt það til allra hamingju, þá gerði maður sér ekki grein fyrir þá hvað þetta myndi taka langan tíma. Við kannski reiknum með að þetta tækja einhverju 2-3 mánuði og við reynda að buðum Seðlabankanum það að við skyldum fara með þeim í gegnum öll gögn. Svo bókhaldið okkar væri í mjög góðu lagi og þar var þetta að fara í gegnum allar okkar fisksölur og svo framvegis. En því var strax hafnað. En þá að tala það að þessari rannsókn myndi kannski ljúka vorið og svo átt hann að ljúka haustið og svo framvegis. Eins og Þorsteinn Már nefndi þá gerðu menn sér enga grein fyrir því hversu langan tíma máli myndi taka. Ég bað Garðar Gíslason að draga saman í stuttu máli hvernig málið hefur þróast frá húsleit og til dagsins í dag. Það farið í aðgerðirnar í mars 2012. Í apríl 2013 þá kæri Seðlabankinn Samherja og 9 aðra lögaðila til sérstaks saksóknara. Í ágúst 2013 þá fellir sérstakur saksóknari það kærumál niður og vísar aftur til Seðlabankans. Seðlabankinn snýr sig við og kærir 4 einstaklinga, fyrirsvarsmenn félaga í Samherja samstæðunni, örfáum dögum seinna, eða 9. september 2013. Það síðan í gangi sú rannsókn hjá sérstökum saksóknara alveg fram í september 2015 að sérstakur saksóknari fellir þau mál niður öll sömul og vísar til Seðlabankans. Seðlabankinn tók sér síðan allmarga mánuði í því að rannsaka málin aftur, eins og hann orðaði það. Það kvarnaðist mjög hratt úr öllum málatilbúnaði bankans. Eftir stóð að á vormánuðum 2016 þá býður Seðlabankinn Samherja að gangast undir stjórnvaldssekt upp á 8 milljónir króna. Því boði var hafnað af hálfu Samherja, þetta töldu félagið ekki hafa brotið neina reglur. Bankinn svaraði því þannig að hann leggur á stjórnvaldssekt upp á 15 milljónir króna 1. september 2016. Það síðan strax í kjölfarið höfðað mál til ógildingar á þeirri stjórnvaldssekt og sú stjórnvaldssekt var ógild af hálfu Héraðsdóms Reykjavíkur í apríl 2017 á þessu ári. Seðlabankinn undi ekki þeim dómi Héraðsdóms og hefur áfrýjað málinu til Hæstaréttar. En hver skyldi staða málsins verið í dag? Já, eins og staðan í dag að þá eftirtekin engin, en þá stendur dómur Héraðsdóms þar sem sektin felld niður. Þannig að niðurstaðan 0 fyrir ríkið, ef við horfum á það þannig. En auðvitað Hæstaréttur eftir að fella sinn dóm í þessu máli. Garðar hefur hér lýst afrakstri húsleitarinnar, 2 kærum til lögreglu sem lögreglan felldi niður í bæði skiptin og einnig sekt sem héraðsdómur hefur fellt úr gildi. Þetta vekur óneitanlega upp spurningar grundvöll húsleitarinnar sjálfrar. Því lá beinast við að kanna upphafið betur og ég spurði því Hreiðar Eiríksson sem við ræddum við í síðasta þætti út í þær heimildir sem Seðlabankinn hefur og hvort Seðlabankinn hafi farið í húsleit í öðrum málum en máli Samherja. Nei, og satt að segja þá hafði maður auðvitað efasemdir með að hvernig löggjöfin var orðuð, hvort að það væri yfir höfuð heimild að veita Seðlabankanum svona húsleitarheimild og það var engin önnur leið til að fá úr því skorið nema láta bara á það reyna og það er þá dómarinn sem hefði loka orðið það. Seðlabanki Íslands hafði hvorki fyrr né síðar farið í húsleit vegna rannsóknara á gjaldeyrismálum. Hreiðar sagði líka að starfsmenn bankans hefðu ekki verið vissur að slík heimild væri hreinlega fyrir hendi. Það liggur því beinast við að athuga á hvaða grundvelli Seðlabankinn fór í þessa einstæðu aðgerð í sögu sinni. Ég spurði Þorstein Már hreint út það á hvaða sönnunargögnum bankinn byggði ásakanir sínar að Samherji seldi fisk á of lágu verði til erlendra dótturfélaga sinna. Og bara strax frá upphafi þá hefur Seðlabankinn allan tímann haldið frá okkur öllum gögnum. Þannig að við fengum aldrei að vita í raun
hvað málið snerist. Þegar að voru liðnar hérna nokkrar vikur eftir húsleit og þá fengum við gögn það ákveðu húsleitin var byggð og í raun þá kom og reyndar annað áfallið. Þegar við fengum útreikningana, þegar svo að við höfum selt karfa á undirverði og út á það fekk Seðlabankinn húsleit. Það er kannski alltaf merkilegt að fá húsleit hjá 45 fyrirtækjum út á því eitt af þeim seldi karfa að mati Seðlabankans undirverði og voru reyndar engir útreikningar. Þetta voru upplýsingar á kreditinfo og svo eitt bréf til Verðlagsstofu fiskverðs. Það var bara engar tölu og bara sagt hvernig var gert upp. Það var svona bara rútínu tekka hálfu Verðlagsstofu sem við höfum sendt eitt bréf til þeirra. Og þegar að menn voru að bera saman að gefa 20 kg sendingu sem fór með flugi sama vægi og 20 tonna sendingu. Það er að segja að það var bara fjöldi sendinga. Þannig að það er náttúrulega ekki meðaltalsútreikningur sem að krakkar í barnaskóla nota. Þannig að við getum sagt að þá gerðum við okkur grein fyrir því að húsleitin byggði á, eða heimild til húsleitar byggði á alröngum útreikningum og það er ekki hægt að reikna með því að aðstoðarseðlabankastjóri kunni ekki að reikna út meðaltöl. Þannig að þá náttúrulega kannski urðum við fyrir svona áfall að sjá það að menn höfðu tekið sig mjög langt og ég tel í raun að Seðlabankinn hafi falsað þessar niðurstöður. Í síðasta þætti var rætt við stjórnendur Samkeppnisstofnunar og skattrannsóknarstjóra sem lögðu á það mikla áherslu að aðilar hefðu ríkan aðgang að gögnum. Nokkrum vikum eftir húsleitina afhenti Hreiðar Eiríksson þau gögn sem sagt var að hefðu legið til grundvallar húsleitarkröfunni. Ég spurði Hreiðar út í gagna afhendinguna. Já, það er í stjórnsýslulögunum alveg afdráttarlaust að aðili máls sem er til rannsóknar hjá stjórnvaldi, hann á rétt á því að fá gögn málsins afhent. Það er mjög víðtækan rétt. Öðrum kosti getur hann ekki neitt andmæla réttar síns. Hann getur ekki þar með haft áhrif á málið, hann getur ekki leiðrétt villur eða gætt hagsmuna sína annan hátt. Þannig ég tók ákvörðun að afhenda þessi gögn og gerði það. Hver voru viðbrögð forstöðumanns gjaldeyriseftirlits Seðlabankans við þessar ákvörðuninni? Þau eru mér mjög minnistæð. Þannig var að ég hafði skroppið á mótorhjóli austur fyrir fjall, þetta var 15. fyrir Hvítasunnu. Og þegar ég kom heim til mín þá voru 11 eða 12 svona ósvöru símtöl í símanum mínu. Og ég hringdi tilbaka, þau voru frá Ingibjörgu. Hún var afar ósatt. Og orðið bankaleynd kom mikið upp í þessu símtali. Þannig að ég ætla að fara mikið ofan í það efnislega. Og mér var falið daginn eftir að semja greinagerð það hvers vegna ég hefði afhent þetta og hvernig það fjalli að reglum bankaleynd. Sem að sjálfsögðu eiga ekkert við Seðlabanka Íslands og hann er ekki fjármálafyrirtæki og hann fellur ekki undir þau lög. Nú segir Þorsteinn Mára að það hefði engin raunveruleg sönnunargögn legið til grundvallar húsleitar Seðlabankans, bara útprentanir úr fyrirtækjaskrá, rangir útreikningar og upplýsingar ýmsar staðreyndir til að mynda meðalgengi gjaldmiðla. Var það virkilega ekkert haldbært á bakvið þessa aðgerð? Það var ekkert haldbært á bakvið þetta. Þarna kemur vissulega stofnun sem fer með mikið vald, leggur fram skjöl hjá dómara og staðhafir að það sé uppi rökstuddur grunnur brot. Dómarinn í þessu tilviki er í erfiðri stöðu, svona eins og framkvæmdin hefur verið háttað hér fyrir íslenskum dómstólum. Hann samþykkir raunverulega húsleitar og haldlagningar beiðninnar í trausti þess að stofnunin hafi rétt fyrir sér í því að það setji í staðar rökstuddur grunnur. Þú ert að segja að þetta bara hefði verið einn allsherjar misskilningur? Já, ég get ekki talað um misskilninga að menn kunni ekki að reikna út þeir voru að segja að við höfum selt á 70% lægra verði en aðri en þeir nota bara svona meðaltalsútreikningar sem þú lærir í barnaskóla en ég að þá var kannski munur eitthvað 3%. En það var ekki tekið til þess hvorki til því hvenær fiskur hann seldur, í hvað magni hann seldur og svo framvegis. Þannig að það að fá húsleitarheimild á röngum útreikningum en það voru dæmdir rangir á Héraðsdómi Reykjavíkur að það var náttúrulega áfall. Hvernig ætlar þá að útskýra það mönnum eins og þegar þú
fórst í þessa húsleit á kolröngum forsendum. Þú bjóst til einhverja prósent frá hans slíkt, ætlar að segja það að við seðlabankamenn kunnum ekki að reikna einfalda prósentur. Meina, er ekki kom ekki dómur út af því við Seðlabankinn kann alveg að reikna einfalda próstur þó að sé alveg hugsanlega einhver lögfræðingur í gjaldeyriseftirlitinu hafi gert mistök í upphæði. Ég skal ekkert það getur verið og getur ekki verið. Seðlabankinn viðurkennir í dag að útreikningar sem lagðir voru fyrir héraðsdóm voru rangir en segir reyndar að hann hafi lagt önnur gögn fram. Nú förum við í örstutt auglýsingahlé en farið ekki langt því hér rétt á eftir kemur í ljós að var að ræða gögn sem Seðlabankinn sjálfur hafði metið sem ónýtt 2 mánuðum fyrir húsleit. Fyrir auglýsingahlé sögðu við frá því að Seðlabankinn heldur því nú fram að hann hafi lagt fram skýrslu skilaskyldu Samherja unna á árinu 2011 til grundvallar húsleitar heimildinni. Í bókinum Gjaldeyriseftirlitið fjallað rannsóknir bankans á skilaskyldu nokkurra útgerðarfélaga á þessum tíma en skýrslan á hendur Samherja var hluti af þeirri rannsókn. 4 þeirra voru kærð til lögreglu árið 2011 á grundvelli þeirra rannsóknar en ekki Samherji. Ég spurði Hreiðar Eiríksson nánar út í þetta. Hreiðar, getur þú þá upplýst mig það að hverju Samherji var ekki kærður á grundvelli þessara skýrslu eins og hinn 4 félögin? Já, það var dregin lína milli, það var svona matskent ákvörðun atriði hvar lægi línan milli minniháttar og meiriháttar og Seðlabankinn átti að afgreiða þessum brot sem voru minniháttar og það var talið að í þessu tilviki þá benti þessi skýrsla frekar til minniháttar brots og það stóð ekki til að vísa því til lögregluna. Hreiðar, ég hef hér undir höndum bréf frá því í janúar 2012 þar sem þú afturkallar allar kærur Seðlabankans á grundvelli þessara rannsóknar bankans á skilaskyldu útgerðarfélaga. Getur upplýst okkur ástæður þess? Nú þetta auðvitað alvarlegt mál að kæra fólk fyrir ætluð refsiverð brot og stjórnvald verður alltaf að fara afar gætilega þegar það gert. Þetta hefur mikil áhrif á persónulegt líf manna og þegar að stjórnvald fær þó að sé eftir að málin hafi verið send, einhverja efasemdir grundvöll kærunar, þá verður stjórnvald að bregðast við því með því að jafnvel afturkalla, stíga skref tilbaka, skoða máli betur og svo ákvörðun að tekin þessum málum að gera það. Tekur þú einn ákvörðun svona afturköllun? Nei, það ekki að mínu valdi að taka slíkar ákvarðanir, hvorki að leggja fram kærur og nýta tilbaka. Slíkar ákvarðanir eru teknar af framkvæmdastjóra Gjaldeyriseftirlitsins og eftir atvikum Seðlabankastjóranum. Í þessu tilviki var annað minnir ákvörðun tekin af Ingibjörgu Guðbjartsdóttur og ég síðan framkvæmdi bara samkvæmt hennar fyrirmælum. Það þá rétt skilið hjá mér að útreikningarnir í fyrir skýrslum hafa beinlínis verið rangir? Nú hef ég ekki forsendur til þess að meta útreikninga, ég lögfræðimenntaður og get ekki metið þá, en það allavega óhætt að segja að sú trú sem við höfðum á þeim þegar við lögðum fram þessar kærur og hún hafði minnkað og horfið þangað til að kærurnar voru teknar tilbaka og þess vegna voru það teknar tilbaka. Hreiðar Eiríksson gat þess fyrr í þættinum að 4 fyrirtæki hefðu verið kærð til lögreglu vegna skilaskyldu en jafnframt hefðu þau mál verið dregin tilbaka í janúar 2012 eftir að forsvarsmenn Seðlabankans gerðu sér grein fyrir að kærurnar voru rangar. Ég komst að því að eitt þessara fyrirtækja í vinnslustöðin í Vestmannaeyjum og bað því forstjóra fyrirtækisins Sigurgeir Brynjar Kristgeirsson að segja mér nánar frá þessu. Mér til mikillar undrunar komst ég að því að forstjórinn sjálfur hafði ekki vitað af þessari rannsókn árum saman. Eftir fyrirspurn okkar til ríkislögreglustjóra og málaskrá þá kom í ljós að við höfum verið kærð til sérstaks saksóknara. Það var semst ekki, með öðrum orðum, ekki fyrir en að við spurðum sem við vissum að því. Það mjög sérstakt að upplifa það eftir á og hafa verið til rannsóknar í 5 ár af íslenskum yfirvöldum, Seðlabankanum og lögreglu á þess að hafa hugmynd það. Það hljóta að vera í gildi einhverja reglur eða einhver lög, ég þekki það ekki sjálfur, það hvernig skuli staðið og að standa að rannsókn. Það hljóti að þurfa að upplýsa menn
og fyrirtæki, fólk og fyrirtæki það að þau séu til rannsóknar. Eftir á að hyggja það algjörlega ljóst jafnframt í mínum huga að baki bjó ekki sem að þarf að vera rökstuddur grunur, heldur illur vilji. Málið gengur einfaldlega ekki upp og hefur aldrei gengið upp og núna sitja þeir hérna í Seðlabankanum með allt niður sig. Fram til þessa höfum við einkum fjallað þau mál sem hafa birst almenningi í fjölmiðlum og einnig komið fram í bókinu Gjaldeyriseftirlitið sem kom út á síðasta ári. En atvinnulífið hefur undir höndum gögn í fleiri málum smærri fyrirtækja og einstaklinga sem ekki vilja láta nafn síns getið. Við höfum hins vegar fengið leyfi þeirra til að fjalla málin og birta gögn úr þeim. Seðlabankinn hafði kært nokkur þessara mála til lögreglu sem felldi málin niður á vormánuðum 2014. Hinn 20. maí 2014 staðfesti ríkissaksóknari þessar niðurfellingar. Í rökstuðningi ríkissaksóknara sem við vörpum hér upp á skjáinn kemur fram að engin nothæf refsiheimild hafi verið til staðar vegna reglnanna. 5 dögum eftir að Seðlabankinn fékk afstöðu ríkissaksóknara í hendur sendi hann öðrum aðila bréf þar sem hann bauð honum að ljúka máli vegna ætlara brota á reglum bankans í sátt með greiðslu sektar. Var athygli umrædds aðila ekki vakin á afstöðu ríkissaksóknara. Til að mæta þessu áliti ríkissaksóknari óskaði Seðlabankinn eftir lögfræðilegu áliti frá Gizuri Bergsteinsinni hæstaréttarlögmanni. Fyrir ólöglærða mann verður niðurstaða hans að teljast skrítin svo ekki sé dýpra í árinni tekið, en hann komst að þeirri þversagnakenndu niðurstöðu að Seðlabankunum væri heimilt að sekta en gerði þann skýra fyrirvara að líklega kemust dómstólar að annarri niðurstöðu og þá bæri Seðlabankunum að hafa frumkvæði að endurgreiðslu til málsaðila. Það vakti athygli mína að þrátt fyrir að hafa undir höndum síðan í maí 2014 þá skýru afstöðu ríkissaksóknara að ekki sé til staðar nothæf refsiheimild reglna Seðlabankans hefur hann engu að síður gert tugi sátta greiðslur sekta vegna ætlara brota á reglum. Í viðtali mínu við Valtýr Sigurðsson fór hann yfir nauðsyn þess að embætti hefðu sjálfstæði til að fella niður mál ef uppi vafi. Þetta verður menn að gera og það þýðir ekki að hugsa, það verður allt vitlaust í að gera þetta eða hvað þá að þetta kemur illa út fyrir embættið, það gengur ekki. Núna þegar að frálíður nokkrum mánuðum síðar, hvað það sem vegur þyngst í þessu máli hjá þér sjálfum? Þetta bara ömurlegt mál. Við erum að eiga við fólk sem vill ekki viðurkenna mistök. Það sem náttúrulega hefur verið mér þyngst í þessu máli að uppalega Samherji kærður og dótturfyrirtæki Samherja sem heitir Æsfrið sem sá sölu fyrirtæki okkar og þegar að sérstakur saksóknari vísar þeim málum frá þar að segja hann búinn að fara í gegnum þær kærur og vísar þeim frá að þá grípur Seðlabankinn til þess að kæra mig til lögreglu og nokkra aðra einstaklinga starfsmenn Samherja og það hefur verið mér mjög þungt, það var að segja þessi kæra á mína samstarfsmenn og mína í raun undirmenn. Og það búið að vera verulega þungt að sjá hvernig var farið með þá einstaklinga, heiðalegt, duglegt, gott fólk og hvernig þeirra líf að hluta til var eyðilagt, eða ekki eyðilagt, við skulum segja þeirra lífsgæði minnku verulega og þeirra fjölskyldna fyrir fantaskap starfsmanna Seðlabankans byggða númer 1, 2 og 3 á hreinum hugarburði. Eins og Garðar Gíslason fór yfir fyrir þættunum voru Þorsteinn Már og 3 samstarfsmenn hans kærðir til sérstaks saksóknara en það mál var fellt niður í byrjun september 2015. Máli á hendur Samherja sem hófst með húsleit og í kjölfar kæru til sérstaks saksóknara vegna 80 milljarða króna lauk síðastliði vor með niðurfellingu 15 milljón króna stjórnvaldssektar Seðlabankans. Ja, þetta ótrúleg raunasaga sem maður búinn að hlusta á hérna. En Þorsteinn Már Baldvinsson, forstjóri Samherja, hver staðan í dag og hvað tekur núna við? Já, þetta orðið málið óendanlega. Þegar að sérstakur saksóknari var búinn að endursenda Seðlabankanum málið
í annarskiptið, Ítalum rústuðningi, þar að segja upphaflega kærðan Samherja, síðan kærðan mig og nokkra aðra einstaklinga, að þá leyfir hann sér að segja það að við mig í símtali að í raun sé ég nú sekur en réttarkerfið, þar að segja þá sérstakur saksóknari og dómstólar, þeir ráð ekki við svona mál. Hann segir við því í símtali? Segir það við mig í símtali, já. Og síðan átti ég símtali við hann núna eftir að hann ákvaða sem sagt að una ekki niðurstöðu héraðsdóms og þá notar hann þau orð, þarna er sá sem að dæmdi þessu máli og formaður Dómarafélags Íslands, að þá segir hann að niðurstaðan sé umdeilanleg og hún sé ekki traust og þess vegna verði hann og ber eiginlega skylda til að áfrýja þessu máli til Hæstaréttar. Þannig að hann sætti sig aldrei við niðurstöðuna. Og þetta er gert því miður án þess að bankaráð grípi nokkuð tíman inn í þessi mál, hvorki gagnvart mér nema né öðrum. Og við erum að hafa því huga að Seðlabankinn og yfirmenn Seðlabankans eru búin að beita svo marga einstaklinga og fyrirtæki ofbeldi. Endanlega fyrir æðsta dómstóli vegna þess að niðurstaðan hjá héraðsdómi er umdeild. Þannig er þetta bara. Þú segir að ég get ekki sagt þér eitthvað. Nei, þú getur það bara ekki. Þú bara getur það ekki. Ef það væri þannig að ég var með trausta niðurstöðu það að þú ert með traustar niðurstöðum á. Í þættinum hefur komið fram að Seðlabankinn telur í dag óumdeilt að fiskverðsútreikningar sem lágu til grundvellar húsleitarkröfu hjá Samherja HF hafi verið rangir og að yfirmönnum hjá Seðlabankanum hafi verið kunnugt í byrjun árs 2012 að skila skyldu útreikningar sem gerður voru árið 2011 og bankinn segir að einnig hafi legið til grundvellar húsleitarbeiðni hans voru rangir. Þá hefur einnig komið fram að ríkissaksóknari hafa á vormánuðum 2014 upplýst Seðlabankann að engin nothæf refsiheimild væri vegna reglna bankans. Þrátt fyrir það hefur bankinn í málum fjölda aðila, stórra sem smárra, haldið málum til streitu og í mörgum tilfellum gert sáttir greiðslu sekta. Ég spurði að lokum hver ber eiginlega ábyrgð á öllu þessu saman. Ábyrgur eru auðvitað Seðlabankastjórinn sjálfur. Fyrst og síðast og síðan mögulega þeir sem hafa haft með höndum ákvarðanatöku aðgerðirnar sem slíkar. Já, svo mörg voru þau orð. Eins og að geti þá bauð ég Má Guðmundssyni seðlabankastjóra að koma í þáttinn og veita svör við þeirri miklu gagnrýni sem beinist af honum og starfi Seðlabankans og mér þykir það sjálfsög mjög miður hann hafi ekki þegið boðið. En að lokum áhorfendur góður þá ætla ég að vitna hér í bókina gjaldeyriseftirlitið og fá að lesa hérna örstuttan kafla sem haft eftir Má Guðmundssyni seðlabankastjóra í viðtali við DFF í desember árið 2015. Ég get lítið tjáð mig einstök mál. Aðalatriðið er hins vegar að gjaldeyriseftirlitið hefur á heildina litið unnið mjög gott starf og það mun koma æ betur í ljós þegar þetta verður skoðað nánar í framtíðinni. Við ljúkum hér atvinnulífinu í dag við Hörpuna í Reykjavík og hlökkum til að sjá okkur í næstu viku þegar við munum fjalla Icelandair Group og starfsemi þess fyrirtækis. Þennan þátt eins og alla þætti okkar Friðþjófs Helgasonar má nálgast á heimasíðunni hringbraut.is.